Já, ég ætla aðeins að fara yfir tímadæmi 9 og það stýrirásina í spennustýringu fyrir rafala, fyrir Stanford rafala reyndar. Hér erum við með kassamynd eins og í Rafmagnsfræði 2 bókinni og þar sem við sjáum kassa 7, þar spennustýringin inni í og hún fær orkuna frá 6B sem sátur frá sísegulrafalanum og hér síseglarnir á ási vélarinnar sem sagt 6A og við fáum svo líka frá aðalsátrinu raungildi spennunar inn á spennustýringuna og svo sendum við hér inn á kassa 1 sem segulvafið. Þá sendum við segulmagnastrauminn frá spennustýringunni og hlutverk spennustýringarinnar að halda spennu rafalans réttri þrátt fyrir álagsbreytingar og við fáum upplýsingar spennuna hérna frá sátrinu og ef hún ætlar að lækka þá sendir spennustýringin bara meiri segulmagnastraum til þess að halda uppi spennunni og reglar þannig spennuna út af rafalanum. Þetta númer 2, hér þryggjafasa vöf segulmagna rafalans og þessi þryggjafasa spenna, hún síðan afriðuð hérna í afriðisbrú með 6 díóðum, hérna númer 3 og það verður jafnstraumi sem fer inn á aðal pólhjólið hérna og það snýst svo hérna fyrir innan aðal sátrið sem framleiðir svo spennu og straum til álagsins. Þannig þetta. Þessi mynd vísar líka í verkefni 17 í yfirlitsmynd sem þar af kerfinu. Aðeins að skoða það í samhengi og við erum með kyrrstætt sátur sísegulrafalans hérna. Það tengist hérna inn á P2, 3 og 4 á spennustýringunni og svo sendum við segulmagnastraum frá X sem pluss og XX sem mínus hérna út á fasta póla segulmagnar rafalans og hér rauninni segulmagnastraumurinn sem fer inn á þessa rafsegla hérna sem við segulmagnar rafalan hérna þryggjafasa vöf í segulmagnar rafalanum og þessi þryggjafasa spenna kemur inn á brúna, inn á afriðilinn og við erum með straumskiptidíóði hérna líka og hér kemur þetta inn á aðal pólhjólið. Vöfin með 4 spólur, það samt sýnt sem 1 vaf hérna því að þetta allt saman raðtengt. Og svo höfum við frá aðalsátrinu, þá tengist hérna frá 5 og 6 raungildið hérna inn á tengibretti hérna sem fer inn á 2 og 3 og það raungildið sem kemur þar mælingin á raungildinu inn á spennustýringuna. Við tökum ekki alla spennuna svo við verðum ekki vandræði með að lækka spennuna eins mikið niður. Þannig að við fáum bara hæfilega háa spennu hérna inn á spennustillin og inn á 2 og 3 þá sjáum við hérna á myndinni að milli 2 og 3 þá erum við með spennudeili hérna til þess að lækka spennuna frekar niður sem að síðan kemur hérna spennan inn á T1 spenni sem að við fáum svo raungildið að loksins inn á R6 inn á mótstöðu þar inn á þessa R6 mótstöðu hér. Nú við skulum þá skoða hérna
áfram verkefnið. En hérna segir í textanum með hlutverk spennutryggingarinnar að það er að halda spennu rafalans réttri og stöðugri og hún vinnur þannig að hún skynjar spennuna frá rafalanum, það er raungildið, og ber hana saman við óskildi. Og spennustýringin hún afriðar við spennuna og sendir stýrðan jafnstraum inn á pólhjól rafalans til að stjórna spennunni út af honum. Og hér sjáum við þá kraftrásina, einfalda mynd af kraftrásinni sem er úr bókinni, hérna mynd 8.1a. Hérna hefur við 4 díóður í stað 6 því að við ætlum að útbúa ófullkomna 3-fasa afriðun, þannig að við getum slökkt á týristórnum alltaf á milli. Þannig að við séum ekki með of mikinn straum inn á segulvafið, þá hérna getum við stjórnað honum með því að slökkva reglulega á týristórnum. Við sjáum þessa spennu hérna seinna í verkefninu, það er til dæmis, þessa spennu hérna, við tökum bara hluta af þessari spennu inn á segulmögnunarkerfið og á milli, þegar að spennan er dottin hérna í 0, þá leiðir straumskiptið díóðan og heldur straumnum í gegnum segulvafið og hún leiðir þá hérna á milli þar sem að við fáum spennu aftur frá spennugjafanum. Og straumskiptið díóðan, það er þessi díóða hérna, D7, sem að tekur við að leiða strauminn þegar að spennan hérðan frá dettur niður í 0, að þá verður segulvafið að spennugjafa sjálft og það viðheldur sá straumnum hérna í gegnum straumskiptið díóðana, D7, þannig að straumurinn verður nokkuð jafn í gegnum segulvafið. Og týristórinn hann lokar þá alltaf á milli, þannig að við getum ráðið því hversu mikinn hluta hvenær við kveikjum sem sagt hérna í spennubilinu hérna, hversu mikinn hluta af spennu við þurfum til að halda spennunni réttri út á rafalanum. Nú, hér sjáum við svo hvað gerist í beisarás á transistor 1 á mynd 8.4 þegar spennan á tengipunkti 2 og 3 lækkar. Hérna er sem sagt transistor 1 milli beis og emitter. Við sjáum þetta nánar hér að ef að spennan inn á R6 lækkar að þá hækka allar hinar spennur á móti vegna þess að spenna synergíóðunar er óskgildið og það er bara fast sett en sem sagt að beis emitter spennan hún hækkar þá vegna þess að til þess að þetta virkir rétt, við erum með hliðtengingu á synerspennunni hérna yfir þessa rás R6, R7, beis emitter og R11 að ef að spennan yfir R6 lækkar þá hljóta hinar spennar að verða að hækka á móti því að þessi spenna, synerspennan hún breytist ekki neitt. Þannig að beis emitter spennan hún eykst og þá eykst straumurinn í gegnum transistor 1. Nú, næsta mál hérna, hvert er hlutverk transistor TR2 og hvað stjórnar honum? Hlutverk transistor 2 er að taka þátt í uppleiðslu á C5, hann er sem sagt með C5, það er í rauninni tímastöðullinn samanstendur af transistor 2, R12 og C5. Það er sem sagt viðnám sinnum stærðéttis er tímastöðull þessara rásar hérna og hann hefur það hlutverk að hlaða upp þéttin mishratt eftir þörfum. Og það er transistor 1 sem að stjórnar hversu opinn transistor 2 er. Ef að transistor 1 fær meiri beis emitter spennu þá hérna fáum við hærri beis spennu hérna, beis straum í gegnum transistor 2 og þá erum við fyrr, þá opnar hann meira transistor 2 og þá erum við fyrr búin að hlaða upp C5 og þá er opnunarhornið minna og við fáum meiri hluta af spennunni
frá ófullkomnu þriggja-fasa afreiðispennunni inn á segulmagnakerfið. Þá opnum við fyrr hérna fyrir týristórið. Og því að þá erum við fyrr búin að ná upp í brotspennu Joule-Thomson-transistórsins sem hérna transistor 3. Þannig að hlutverk transistor 2 að stjórna hleðslu þéttisins C5 og transistor 1 stjórna þá í rauninni stýriströmmnum inn á transistor 2. Nú, í C-lið, hvert hlutverk í hlutana transistor 3 og C5? Hvað áhrif hefur það á opnunarhorn týristórsins, SCR1? Transistor 3 og C5 gefa stýripúlsinn inn á týristórin þegar að spenna þéttisins hefur náð brotspennu transistor 3. Þá gefur þéttirinn frá sér afhleðsluna í gegnum transistor 3 inn á stýriskautið hérna, í gegnum R18. Og ef að C5 hleðst hægt, þá verður opnunarhornið stórt, þá fáum við minni segulmagnastraum inn á segulvafið. En ef að C5 hleðst hratt, þá verður opnunarhornið lítið og við segulmagnum rafaðan meira, fáum meiri segulmagnastraum. Þannig að hérna sjáum við ef að opnunarhornið er stórt, þá fáum við seint púls hérna og þá fáum við minni hluta af þessari spennu inn á segulvafið og fáum lítinn segulmagnastraum. Þá lækkar hann hérna niður. En ef við fáum opnunarhornið mjög snemma, ef opnunarhornið er mjög lítið, hlöðum þéttinum hratt, að þá fáum við meira af þessari spennu inn og þá verður segulmagnastraumurinn meiri. Ok, og svo er hérna næst 3A. Díóðurnar D14, D15, D16 og 17 mynda ófullkomna afröðun. Hver er tilgangurinn með því? Jú, það er til þess að núllið hérna á milli er til þess að slökkva á týristórum. Þannig að við getum valið hversu mikinn hluta af þessari spennu er nýtt til að útbúa segulmagnastraum inn á segulvafið. Þannig getum við sem sagt reglað spennu út á rafalanum. Ef við þurfum lítinn segulmagnastraum, þá verður opnunarhornið stórt og þá fáum við seint púls inn á týristórin og hann slekkur alltaf á milli til þess að við getum kveikt á hann á ákveðnum stað hérna í spennubilinu. Ok, B. Ef afröðunin ætti að vera fullkomin, þá þarf að bæta við díóðum. Þetta er bara leik okkur að þessu. Hvað við þurfum að bæta við þessum díóðum? Þá kæmi díóði hérna við hliðin á D14 og milli D16 og D17. Allt í góðu lagi. Það er bara til þess að átta okkur á því hvaða díóðum er sleppt til þess að útbúa þessa ófullkomnu þriggja-fasa afröðun. Og svo er hérna 4A. Hvert er hlutverk Z1 og það er rauninni að það er senudíóð sem að við höfum sem óskildis spennu stýrirásarinnar og hún er rauninni óskildis spenna fyrir reglunar formúluna hérna Z, hún er föst spenna og ef að spennan innbreytist ÖR6, ef hann til dæmis lækkar, þá hækkar spennunar á móti eða það hefur mest áhrif hérna UB7 spennan, þá myndi hann opna transistor 1 meira. En ef að ÖR6 hækkar, þá lækka hinnar á móti. Þá dregur úr beisemiðspennunni og þá myndum við fá minni segulmagnastraum. Þannig hérna reglum við spennuna út á rafalanum. Nú hvort er hlutverk týristórsins SCR2 hérna á myndinni? Hérna. Þetta er hluti af varnarrás fyrir segulvafið. Ef að spennan yfir segulvafið verður of há, þá opnar Joule-Thomson-transistorinn transistor 5 og sendir púlsinn á stýriskaut SCR2 sem að lækkar spennuna niður á kerfinu. Þannig að þetta er svona varnarrás til þess að spennan verði ekki of há. Síðan í 5A þá er að teikna mynd af spennu yfir segular rafans og gefa okkur eitthvað ákveðið opnahorn og það átti í rauninu bara að vera að tekið hérna ákveðið spennubil, jafn mikið hér og hér,
En síðan átti að bæta við straumnum á næstu mynd hérna, teiknaði mynd af straumnum í gegnum segulhafið við sama opnunarhorn. Það lenti bara straumurinn óvart inn á sömu myndina, en þá kemur straumurinn hérna, bættu við hérna, og en við erum ekki með sama opnunarhorn hérna eins og hér. Það er aðeins minna opnunarhornið, það er meiri segulstraumur hérna við B-lið. Og þá er ég búinn að fara í gegnum tímadæmi 9. Gangi ykkur vel.